Íslandsmótið í holukeppni í kvennaflokki fór fram dagana 14. til 16. júní á Hlíðavelli hjá golfklúbbi Mosfellsbæjar. Mótið var það 37. í röðinni frá því að fyrst var keppt Íslandsmeistaratitilinn í holukeppni árið 1988. Í fyrri hluta keppninnar var leikið 36 holu höggleikur án forgjafar þar sem 16 efstu keppendurnir komust áfram í útsláttarkeppni. Keppendur voru alls 41 og komu þeir frá 7 klúbbum. Meðalforgjöfin í mótinu var 2,5 og meðalaldur keppenda var 19 ár. Hér slær Tinna Alexía Harðardóttir GK. Hún fór hol í höggi á 15. braut á fyrsta hring. Aðstæður á Hlíðavelli voru góðar og völlurinn var í toppstandi. Hér sjáum við hvaða kylfingar komust áfram í 16 manna úrslit og léku gegn hvor öðrum. Og hér sjáum við hvaða kylfingar komust í undanúrslit. Landsliðskonan Anna Júlía Ólafsdóttir úr GKG lauk í vor háskólanámi í Bandaríkjunum en mikil vinna liggur að baki þeim framförum sem hún hefur sýnt á golfvellinum. Við skulum heyra meira af því hjá Önnu og Arnari Má Ólafssyni þjálfara hennar. Þetta búið að vera löng vinna og ég var búin að spila mikið í vetur þannig að sveiflan var orðin svolítið öðruvísi. Þannig að já, við fórum bara beint í mikla vinnu þegar ég kom heim og þetta er svona að koma núna, finnst mér. Og nú er náttúrulega landsmótið framundan þannig að í holukeppni þannig að nú verðum við að búa til eitthvað konsept sem á að virka í því dæmi. Og til þess að gera þetta svona skiljanlegra þá erum við að reyna að fá sveifluna þannig að hendurnar séu lægri og að kylfan sé meira á leiðinu upp og til vinstri þegar hún hittir boltann. Og þetta snýr að því hvernig við erum að vinna með mjaðmirnar og svo framvegis. Þegar hún var út í Bandaríkjunum, við erum nú búin að klára skólann og þá notum við bara fjartæknina þannig að hún er bara út á æfingarsvæði eða inn í húsinu, setur í eyrað og svo tölum við saman og ég get fylgst með æfingunni þar og hjálpa henni bara í gegnum símann í rauninni. Ég bara bætti mig mjög mikið þannig úti, náttúrulega spila miklu meira og keppa á fullu. Þannig að ég var mjög ánægð sko og leið mjög hratt. Ég er ekkert endilega með nein svona sætamarkmið, þú veist að lenda í sæti eða neitt, þannig mér langar bara að spila gott golf og sjá hvert það tekur mig sko. Við ræðum mjög mikið markmið og þetta byggist allt á markmið og eitt lítið markmið sem er mikilvægt er náttúrulega að komast í landsliðið. Og það er saga af Uglu hérna vellinum sem hélt öllum músum og meira þess að reppa frá og svo dó hún og var stoppuð upp og er hérna uppi. Og svo kom hugmynd að búa til Uglumerki og Anna, hún er grafískur hönnuður og hún tók bara boltann og bjó til þetta frábæra merki. Og þarna er rotasjón í hérna mjöðmunum. Þannig að við þurfum að skoða það eins. Þú ert pínlítið lokuð ennþá. Þannig að við ættum að reyna að halda áfram að laga það. Það sem við höldum áfram að reyna að vinna í. Þetta upp og stöðugt. Síðan niður. Halda plássi og ná þessu hérna upp. Við erum búin að þróa tækni sem er þannig að við erum með myndavélar sem að taka myndir af líkamannum og það reiknar síðan út þrívídd og þannig fá allar tölur sem við þurfum að nota í kennslunni. Hversu mikið á sneri, hvert höfuður hreyfði, hvort þú færir fram og aftur og hraðan á snúningunum og allt þetta. Og þetta auðveldar svolítið mikið þjálfunina. Þetta er flókin tækni, við erum ekki komin alla leið en við stefnum að vera komið vöru á markaðinn í janúar á næsta ári þegar við förum á sýninguna í Orlando og við erum að gera eitthvað sem enginn hefur gert áður. Svo betri? Já, svo betra. Mjög flott að geta séð alls konar engul af sveiflunni sem maður ekkert búinn að sjá áður. Ég er mjög spenntur í holukeppni. Það er mjög skemmtilegt mót alltaf og getur allt gerst. Þannig að sama hvort að gangi eitthvað illa á einni holu þá getur maður alltaf snúið sér við sko. Þannig að það er mjög spennandi. Ég ætla bara að spila mitt golf og sjá hvað gerist.
Á lokadeginum léku Eva Kristinsdóttir GM og Þóra Sigríður Sveinsdóttir GR þriðja sætið. Þóra slær hér úr glompu við flötinn á 13. og kemur sér í fuglafæri. Eva var hægra megin við flötinn og vippa hér inn á í þriðja höggin á þessari par 5 holu. Þegar hér var komið við sögu var allt jafnt í leiknum. Þóra púttar hér fyrir fugli en of stutt. Eva getur því komist yfir sem hún gerir en hún sigraði að lokum 3-2. Í úrslitaleiknum mættust Anna Júlía Ólafsdóttir GKG og Fjóla Margrét Viðarsdóttir GS. Hér eru þær á 12. teig og Anna Júlía hafði byggt upp gott forskot með því að vinna 3 holur í röð. Fjóla Margrét 17 ára frá Golfklúbbi Suðurnesja. Hún lék mjög vel í 16 manna, 8 manna og undanúrslitum þar sem hún sýndi hvað í henni býr. Í úrslitaleiknum gekk á ýmsu hjá Fjólu og uppásök hennar á 12. var ekki á góðum stað. Fjóla gat lítið annað gert en að koma boltanum inn á brautina úr erfiðri stöðu. Og hér slær hún þriðja höggið og enn töluvert langt frá flötinni á par 5 holunni. Anna Júlía var einnig í erfiðri stöðu utan brautar á 12. eftir uppásökið. Hún leysti það vel og kom sér á brautina, þar sem hún sló þriðja höggið glæsilega. Fjóla slær hér 4. höggið sitt á 12. og Anna Júlía kom sér í ágætt parfæri með glæsilegu 4. höggi. Anna Júlía pútta hér fyrir pari og sigri á holunni. Á 13. teig var Anna Júlía 5 holur upp og aðeins 6 holur eftir. Hún gat því tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn á 13. holu. Fjóla Margrét og Anna Júlía komu sér báðar í gott fuglafæri á þessari par 5 holu með góðum innáhöggum. Anna Júlía lék af öryggi og kemur sér í fuglafæri með góðu púti og skrefi nær titlinum. Fjóla náði ekki að svara fyrir sig og leiknum lauk með 6-5 sigri Önnu Júlíu. Hulda Bjarnadóttir forseti GSÍ afhenti verðlaunin í mótslok. En við ætlum þá að vinda okkur þá í verðlaunaafhendinguna. Þetta var hörku spennandi keppni sem þið buðuð upp á, stelpur. Það er nú víst bara þannig að það þarf einhver að sigra að lokum. Í 3. sæti var Eva Kristinsdóttir úr Golfklúbbi Mosfellsbæjar. Og þá það annað sætið úr Golfklúbbi Suðurnesja, Fjóla Margrét Viðarsdóttir. Og þá það Íslandsmeistari í holukeppni kvenna árið 2024. Það var að draga hérna aðeins á bikarinn til mín. Það er þá 1. sætið, Anna Júlía Ólafsdóttir úr GKG. Ertu vönuð í að halda á svona bikurum og fagna svona sigrum? Nei, þetta er fyrsti og mjög sætt. Hvernig svona undirbjóstu þið fyrir þetta mót og hvað er svona lykillinn að því að vinna svona? Já, ég var í miklum sveiflubreytingum, þannig að ég var alveg bara ekki búist til neinu, sko. Þannig að ég held að hafa enga væntingar hafi alveg hjálpað mikið, sko. Og bara, búin að æfa mikið í vetur og bara
búið að ganga vel, sko. En þú ert að koma úr tímabili í Bandaríkjunum, búin að vera í háskólanámi, þú ert að klára námið þitt og í hvaða skóla varst og hvernig svona upplifir það allt saman? Já, hann heitir Purdue Fort Wayne í Indiana og mér varst alveg geggjað, sko. Hún gekk bara vel og ótrúlega gaman, sko. Þú myndist aðeins á Arnam á þjálfaðinn á hann í viðtali. Hvað hafið þið verið að bralla saman svona undanfarin ár? Ef þú sagðir að hann hefði bara hjálpað með allt. Já, bara eftir að hann kom í GKG bara hefur hann hjálpað mér mjög mikið, sko. Með sveifluna og bara haft trú á mér. Þið ætlið að halda áfram því verkefni? Já, eitt skrif í einu. Þú spilaðir í fyrstu umferðinni við Katrín Sól. Já. Hvernig var sá leikur? Það var alveg hörku leikur, sko. Og alveg fram á 17. og hún var að spila mjög vel, sko. Já. Svo næsta umferð var Jóhanna Lea. Já. Hvernig var það? Hann var líka góð leikur, sko. Ég held á 16. eða eitthvað. Já, bara góð leikur, sko. Og svo úrslitaleikurinn, þá kannski settir svolítið tónin hérna á 8, 9 og 10 og 11. Já, einmitt líka fyrsti leikurinn í dag var erfiður, sko. Ég kláraði hana 18. og svo var maður hann svolítið þreyttur. En ég sett hann aðeins, ég sett hann í gírinn, setninni. Mamma er búin að vera á pokanum síðust ár en hún var í útlöndum og hann ætli pabbi sé ekki bara búin að taka við. Hvað það að ræða svona milli högga og svona, hvernig er samstarfið hjá ykkur? Sko, bara að tala eitthvað allt annað en golf, sko, og hérna bara halda þessu rólegu, sko. Pabbi fyrir stundum eitthvað vilja hjálpa en ég vil bara gera þetta sjálf.